Þetta nám sem byggt á grunni því sem á ensku hefur verið kallað pastoral care. Þannig að þetta trúarleg sálgæsleg grunni sem horfir til þess að einstaklingar sem að sækja þetta sé að vinna með þessa vitund að við horfum til okkar sjálfra sem vera sem tengslum ekki bara við aðra heldur líka við eitthvað afl sem liggur að baki í lífinu, hvað sem maður velur að kalla það. Þannig að við vinna mjög mikið með merkingarleit og gildismat einstaklinga. Við keyrum hópinn sem eina heild og erum að vinna með grúppudýnamíku í hópnum, vinna mjög mikið með sjálfskoðun og sjálfsópenberun eftir því sem fólk tilbúið til. Fólk vinnur mikið með eigin reynslu, skráir það bæði persónulega og sumt kynnir það í hópum og við erum að vinna með viðbrögð hópsins við því sem við erum að gera. Þetta ótrúlega skemmtilegt nám en leið mjög erfitt og við fáum meðal annars þjálfun í því að taka ótrúlega erfið samtöl og svona þjálfun hjálpar manni í öllum samtölum sem maður á í, bæði með einstaklingum og hópum. Og horfum svolítið á að fólk læri ekki bara að vinna með einstaklinginn, heldur vinna með sjálft sig í því að sinna öðrum. En það kom mér líka óvart hvað ég gat notað það strax beint í vinnunni. Og það kannski vegna þess að námið mitt og vinnan tengjast. En það var bara, ég var í hverju einustu lotu, þá hef ég lært eitthvað sem ég geta notað strax. Ég mikið að þroskuðum og fullorðnum einstaklingum að læra saman og fólk læri mikið hvert og öðru. Þannig að það getur verið mjög gefandi tími. Þú ættir að sækja þetta nám að þú hefur áhuga á fólki og glímu þess við lífið og tilveruna og langar jafnvel að vinna við slík verkefni. Þetta nám líka áhugavert fyrir þig bara til að dýpka eigin þroska og leita svona svara og eignast aðferðir til að dýpka sem manneskja. Það mjög mikilvægt að sækja nám eins og þetta til þess að læra svolítið mörk sjálfra sín, læra betur að virða ekki bara persónumörk heldur hlutverkamörk og læra sérstöðu síns hlutverks og læra að lesa í það. Þetta gefur mér bæði sterkari fræðilegan grunn og svo gefur mér þetta líka bara svolítið meiri kjark, svolítið meira þor til þess að fara inn í erfiðar aðstæður sem ég held að sé gríðarlega dýrmætur lærdómur.